Nú skulum við aðeins tala skúffuregluna eða pigeonhole principle eins og þetta kallast á ensku. Hún segir að ef að við n+1 stak eiga að fara í n skúffur að þá að minnstakosti 2 stök í einni skúffunni. Og þetta þýðir í rauninni að ef við erum með eins og sést á myndinni ákveðið mörg hólf og dúfurnar eru einum fleiri heldur en hólfin, að þá augljóslega erum við búin að fylla hólfin og ein dúfa verður afgangs og hún lendir þá í hólfi með annarri dúfu. Svo það er ljóst að minnstakosti 1 hólf eða ein skúffa inniheldur 2 dúfur. Stundum er betra að hugsa þetta bara svona svolítið common sense frekar en að pæla í formúlunni. Og algengt dæmi er að ef við erum með sokka í skúffu og ljósið er slökkt og við eigum bara svarta og hvíta sokka, þá er oft spurt hve marga sokka þarftu að draga til að fá að minnstakosti 2 í sama lit. Auðvitað get ég verið heppin og dregið 2 sokka sem að báðir eru hvítir eða báðir svartir. En það er alltaf best að ímynda sér hið versta. Og í versta falli þá er ég óheppin og ég dreg 2 fyrstu sokkana í sitt hvorum litnum. En 3. sokkurinn sem ég dreg, hann hlýtur annaðhvort að vera hvítur eða svartur. Svo það gefur augaleið að ef ég dreg 3 sokka þá er ég örugg að hafa að minnstakosti 2 í sama lit. En nú getur komið upp svo staða að í skúffunni séu rauðir, bláir, grænir og gulir sokkar og ég vil fá samstætt sokkapar. Hversu marga sokka þarf ég þá að draga til þess að vera örugg? Þá er best að hugsa hvað gerist í versta falli. Í versta falli dreg ég 4 sokka í sitt hvorum litnum. En 5. sokkurinn, hann hlýtur augljóslega að vera einn af þeim sem eftir eru, rauður, blár, grænn eða gulur. Svo ef ég dreg 5 sokka, þá er ég örugg að hafa 1 par í sama lit. Þarna getum við sagt að skúffurnar séu 4 því það eru 4 litir, þannig n er 4 og ég dreg n+1, sem sagt 5 sokka til að vera örugg að 2 þeirra séu sömu skúffu eða þá þar segja í sama lit. En hvað nú ef að mig langar til þess að fá 4 sokka í sama lit, 4 rauða, 4 bláa, 4 græna eða 4 gula. Og þá ger ég aftur ráð fyrir að ég sé óheppin. Fyrstu 4 sokkarnir mínir eru í sitt hvorum litnum en dreg ég aftur 4 í viðbót og þá er ég komið 2 í hverjum lit. Og ég held áfram og hér er ég komið 3 sokka í hverjum lit því ég er óheppin. Svo ég er búin að draga núna 12 sokka. En 13. sokkurinn sem ég dreg, hann hlýtur annaðhvort að vera rauður, blár, grænn eða gulur og þar með er ég komið með 4 sokka í sama lit. Svo ég þarf 13 sokka. Og þetta er svokölluð útvíkkuð skúffuregla. Næst getum við langað til þess að fá ósamstæða sokka eða sokka í sitt hvorum litnum. Og hversu marga þarf ég þá að velja? Nú, ég er hérna með 7 bláa og 7 græna, 4 gula, 5 rauða. Og ég hugsa bara, hvað gerist í versta falli ef ég er óheppin? Að þá dreg ég alla sokkana. Allir sokkarnir sem ég dreg eru í sama litnum því að ég vil fá ósamstæða og þar sem ég er óheppin, þá fæ ég ekki ósamstæða sokka. Svo fyrstu 7 sokkarnir mínir eru annaðhvort bláir eða grænir. 8. sokkurinn hins vegar, hann getur ekki verið hvorki grænn eða blár, við hefum bara 7, svo hann hlýtur þá að verða ósamstæður við þann lit sem ég nú þegar hef dregið. Svo ég þarf að draga 8 sokka. Útvíkka skúffureglan, hún geti líka tekið á dæmi eins og til dæmis ef við erum með 31 nemanda frá 5 löndum.
Og við eigum að sýna að sé að minnsta kosti 7 frá sama landi, það ekkert sagt hvaða landi, bara sama landi. Og hér eru 5 lönd, svo við segjum þá að það séu 5 skúffur. Ef við nú dreifum þessu nemyndum í 8 á löndin, þá eru 6 nemyndur frá hverju landi og 1 í afgang. Og þessi eini, hann bara hlýtur að vera frá einu landana, þannig einhvers staðar lendir hann og eitthvað landið á þá 7 nemyndur. Og hérna, það hægt að deila bara 5 skúffur, 31 nemandi, afgangurinn er 1 eða nota reiknivél, það er nú ekki eða tímanum í að teikna og krossa. Svo þetta er útvíkkað skúffureglan. Við sem sagt tökum heildarfjölda staka, heildarfjölda nemanda, þeir eru núna í þessu tilviki 37, skúffurnar eru 5. Við deilum með fjölda skúffa og þá fáum við 7 og 2 í afgang. Þannig að ef við erum með núna 37 nemendur og 5 lönd eða 5 skúffur, að þá hljóta að vera að minnsta kosti 8 í einni skúffunni. Við erum ekkert að hugsa þennan hérna eða hvort það sé einhvers staðar 9, en við getum sannað að það séu að minnsta kosti 8 í einni skúffunni.